Spurningin mín, systir, snýst óánægjuna sem við sjáum alltaf aftur og aftur. Ísraelsþjóðin var mjög refsað vegna þessa máls við hún kunni ekki að meta neitt af því sem Guð gaf þeim, og í dag erum við í mjög svipaðri stöðu við höldum áfram að fylgja þessari óánægju. Okkur skortir mikla ánægju. Þess vegna, systir, langar mig til að þú hjálpir okkur að skilja dýpra hvernig við getum sigrast á þessari fjötrun óánægjunar. Drottinn blessi þig, systir, fyrir svarið þitt. Takk, systir. Mjög einfalt, mjög einfalt. Til að sigrast á þessum fjötrum vanþóknunar einfaldlega að hætta að vera óánægð og í staðinn vera þakklát Guði. Þakklát Guði. Við snúum okkur til Guðs, við þetta snýst allt að snúa sér til Guðs af hjarta. Og ef við gerum það, ef við erum einlæg með Guði, ef við elskum Guð, þá þegar við höfum efnislegar þarfir. Já, við getum líka haft andlegar eða sálrænar þarfir. En þegar við þurfum eitthvað, þá biðjum við Drottinn. Við biðjum Drottinn og biðjum Guð að sjá okkur fyrir öllu við sem við þurfum. Þegar náttúran kemur, til dæmis, þegar náttúran kemur af krafti og eyðileggur marga staði, eins og við sjáum alltaf í fréttunum allan heim, hvernig jarðskjálftar koma, hvernig skjálftar og fellibyljir skella á, og allt þetta kemur og veldur eyðileggingu og dauða, og fólk situr eftir í eymd eða deyr, þá fyllumst við angist. Og við búum á þessari jörð, við erum ekki undanþegin við að verða fyrir refsingu eða prófunum vegna náttúruafla, til dæmis. Þess vegna verðum við að ganga rétt með Guði, við það segir að Guð verndi börn sín. Þegar við lesum hér í sálmunum, finnum við mörg fyrirheit þar sem Guð segir, þá sem elska mig, þá mun ég vernda. Þá sem elska mig, þá mun ég blessa. Þá sem elska mig, með þeim mun ég vera. Þeir sem elska mig, ég mun heyra bænir þeirra. Þeir sem elska mig, þeim mun ég veita óskir þeirra, ég mun rétta þeim hönd mína. Þeir sem elska Drottinn, og hverjir eru þeir sem elska Drottinn? Það eru þeir sem snúa sér til Guðs, þeir sem snúa sér til Guðs af einlægni og fylgja vegi hans með hjarta sem þráir að gleðja Guð. Þeir eru þeir sem elska Drottinn. Þá engin tími fyrir óánægju, við þessi manneskja sem elskar Guð. Þegar hún gengur í gegnum erfiðleika í lífinu, þegar hættan kemur, þá segir hún, það nægir að ég bið og ákalli Guð minn, og hann mun heyra mig. Hann mun heyra mig, því ég elska Drottinn minn og ég hef snúið mér til Guðs. Og Drottinn hefur ítrekað sýnt mér að ég hef náð í augum hans, við hann verndar mig. Hann heyri bænir mínar og veitir mér óskir mínar og langanir. Þá engin tími fyrir óánægju. Við erum óánægð þegar við göngum án Guðs, en þegar við göngum með Guði, þá erum við ekki óánægð. Við erum þakklát og sýnum þolinmæði með því sem við höfum. Lítið eða mikið, þakka þér, Drottinn, mér skortir ekkert. Ég hef aldrei farið svangur að sofa, aldrei sofnað án matar, við þú sérð mér fyrir öllu. Þú gefur mér allt, Drottinn, því ég elska þig, elskum Drottinn, og þá munum við, bræður og systur, ekki upplifa neina vanþóknun. Við munum ekki móðga Guð með við að vera óánægð, heldur mun hann alltaf vera með okkur og rétta okkur hönd sína. Það það sem Drottinn gerir. ¿Qué hace el Señor?